Jóhann Helgi Hannesson. Jói, þú varst með fyrsta mark sumarsins, ef við getum sagt þannig að fyrsta marki okkar hérna í dag, að fyrra marki var eiginlega sjálfsmark og svo komst þú með fyrsta alvöru marki okkar til hamingju. Hvernig líður eftir sigurinn? Mér líður náttúrulega mjög vel. Við ætlum að taka hann leik og byrja sterkt, sýna það að við séum liðið til að vinna. En ég verð nú að gefa Sigga þetta markið ekki. Ég held að þetta sé skrifa á hann sko, fyrsta markið. Ég held að hann verði að fá heiðurinn af því. Mjölnismenn sungu alveg látlaust, já, hann skora alltaf mörk og þú stóðst undir og hérna stóðst í skilabúðin sem þér voru send. Já, maður verður að hlýða. Ég er náttúrulega kuð sem er Mjölnismann ársins í fyrra, þannig að það er press á mér í ár sko. Þannig ég verð að hlýða þeim þegar ég syngja þetta, þá reyni ég að skora sko. En jú, þetta var enga á síðu, þetta var erfiður leikur. Leiknismenn voru fastir fyrir, þau þurftu að hafa svolítið fyrir þessu. Já, ég meina, það er yfirleitt þannig þegar maður spila við leikni að þetta er bara stál í stál og þetta fer yfirleitt bara eftir því hvort liðið vill þetta meira. Svo heppni líka eins og markið að Sigga, gott skot en fyrir varnarmennin aftur á móti þá var þetta hörkuleikur og ég held bara að við höfum viljað þetta aðeins meira en þeir í dag. Þannig að þú vilt samt ekki skrifa þetta var engin heppni, þetta var sanngjarnt. Já, ég meina, ég held að við höfum fengið einhver 10 horn í fyriráleika eitthvað og vorum ekki að nýta þau. Svo náttúrulega skorum við bæði mörkin okkar til horn í dag, þannig að það er greinilegt að æfingarnir að skilja sér. Jói, takk fyrir og gangið vel og fara og fagna með Ulriksfjörðum. Takk fyrir aðeins. Páll Viðar Gíslason, Halli, það er kátt hérna hjá Mjölnismennu fyrir aftan okkur, flottu sigur í dag, þú lítur að sáttur með spilamennsku liðsins. Ég er fyrst og fremst sáttur við sigurinn, það var það sem við fókuserum á og að einan skipti máli að ná 3 stigum. Strákunir eiga sjálfsögðu hróskilið, þeir fóru eftir þeir sem upp á lagt og gera lítið af mistökum og enga sensa í svona fyrsta leik. Þetta var kannski ekki áfyrir fallegt en það var ekki lagt upp með það, þannig að ég er mjög ánægður bæði með leikmenn og stuðningsmenn. Það er bara ekkert flóknir en það. Já, við heyrum það að þeir voru flottir í dag, hérna Mjölnismenn. Já, ég er búinn að segja svo oft, þeir eru langflottastir og þeir, ef einhverju heim í úrvalsdeild þá eru það þeir og við erum að reyna að fylgja þeim eftir, ég hef sagt það áður. Þeir klikka aldrei og það er ómetanlegt að hafa svona stuðning á bakkinu og ég veit að strákarnir þeir vita það og þess vegna vilja vinna alla leiki fyrir þá. En þú er sem sé sáttur við allt leikjaplanið, það gekk allt það sem þú lagður upp með í dag og þannig að þið getið gengið bjartsýni inn í næsta leik? Já, við gengum bjartsýni inn í þetta sumar eins og kannski hefur komið fram og ég veit að strákarnir eru sárir að hafa fallið og við erum að nýta okkur það að koma okkur þangað aftur upp og þá er 3 stig í boði í hverjum leik og við ætlum að helst að ná í það öll í hverjum leik og það tókst í dag, voru 3 í boði. Palli, bikarinn er það ekki á miðvikudaginn og þar mætast nú Stálin Steini og fer á heimsækjur hérna fyrir þjálfar Þórs Lárusara og KF þegar það gerir eftir mér, þannig að það verið hart barist. Já, við förum Ólafsfjörð og spilum í bikarleik og þetta er alvöru lið og við tökum þessu náttúrulega fullum krafti, við förum í alla leiki til að vinna og það breytist ekkert í þessum leik en við erum ekki að fara með neitt tyggjá í farteskinu og halda þetta að vera eitthvað létt, það er alveg klárt að vera vel að tekja mót okkur og þetta eru stóru og sterkir strákar sem þeir hafa og þeir gefa ekki neitt þannig að við undirbúum okkur undir það núna næstu daga og það er þessi næsti leikur og síðan er það helgin eftir það þannig að svona líður þetta áfram og þetta er alltaf klísjukennt en bikarkeppnin er skemmtileg keppni, við upplifum það í fyrra þannig að okkur langar líka þangað aftur þannig að við förum í þennan leik af fullri alvöru. Halli, takk fyrir og farið á fagna meistaraflokk. Takk fyrir það.